Já. Góða kvöldið og verið velkominir í þessa útsendingu Sport TV. Við erum að fylgjast með leik KR og Leiknis úrslitaleiknum í Reykjavík móti Karla 2013 og KR-ingar sigruðu Víkinga í undan úrslitum og Leiknismenn lögðu Val í vítakeppni og nú er það Reykjavíkur titillinn sem er undir í kvöld. Já, KR-ingar að spila úrslitaleik allavega annað ári í röð. Já. Voru gjörsigrar á Frömmurum hér í fyrra. Það var ekki 5-0. 5-0. Og sami maður sem skoraði öll. Já, til þess að leikur. En Kristján, þú kannski byrjar á að fara yfir liðin. Já, byrjum á KR-ingunum. Það er í markinu Hannes Þór Halldórsson. Vörninni Torfi Karl Ólafsson, Gretar Sigfinnur Sigurðarsson, Gunnar Þór Gunnarsson, Guðmundur Reynir Gunnarsson, og miðjunni Bjarni Guðjónsson, Atli Sigurjónsson og Baldur Sigursson. Og í fremstu víglínu Þorsteinn Már Ragnarsson, Emil Atlason og Garri Martin. Og liði Leiknismanna, þá er það Eyjólfur Tómasson sem er markmaður. Og aðri leikmenn Egill Atlason, Helgi Óttar Hafsteinsson, Ólafur Hrannar Kristjánsson, fyrirliði Sindri Björnsson, Brynjar Hlöðversson, Aron Danielsson, Óttar Bjarni Guðmundsson, Hilmar Árni Halldórsson, Vigfús Arnar Jósefsson og Steinar Guðmundsson. Já, þá höfum við það. Þá er bara allt í reiðu. Dómari þessa leiks er Magnús Þórisson og honum til aðstoðar eru Gylfi Már Sigurðsson og Smári Stefánsson. En þá hefst þetta. Það eru KR-ingar sem byrjar á boltan. Töluverðar breytingar á KR-liðinu. Samt ekki það miklar. Hann er búinn að missa svona fleiri leikmenn heldur en hann hafa fengið. Já, ég lítið fengið en þegar Andri Ólafsson er ekki með í dag. Nei, Gretar Sigfinnur er í liðinu þrátt fyrir stórar yfirlýsingar á dögunum frá KR. Hann er ennþá í KR og ætlar að berjast fyrir sínu sæti. Hér er Baldur Sigursson, skallar hann á Þorsteinn Már og Torfi Karl spilar í hægbakunum í dag. Haukur Heiðar er ekki með. En hér koma Leiknismenn. Fyrirgjöfin, Ólafur Hrannar missir af þessu en Guðmundur Reynir kemur þessu frá og finnur Emil Atlason og Bjarni og fín pressa hérna hjá Leiknismönnum. Smá vandræði á KR-ingum í byrjun. Og Gretar og Hilmar Árni er í honum. Og Gretar nær ekki að koma þessu langt í burtu. Brynjar Hlöðversson og nær hann að snúa, nei. Atli Sigurjónsson kemur þessu út af í bili. En fín byrjun hjá Leiknismönnum. Fín pressa hérna strax í byrjun. Já, Leiknismenn hafa komið óvart með að komast í þennan úrslitaleik. Bjuggu svona flestir við því að Valsmenn myndu klára þá í undanúrslitunum en Leiknismenn Það höfðu betur á lokum. Í vítakeppni. Vítakeppni, já. Gaman fyrir þá að komast í þennan leik. Já. Gríðarlega ungt þjálfarateymi hjá Leikni. Þetta árið. Já, þeir eru að breyta Báðir uppeldi Leiknismenn. Þetta er slögsending. Baldur Sigursson og Emil. Og Emil fer á Sindra þarna og Bjarni reynir að skipta yfir á Guðmundur Reyni en það gengur ekki. Já, það eru bræður hér í sikkor liðinu. Gaman að því Egill Atlason og Emil Atlason mætast hér. Já, það er athyglisvert. Og hér er Brynjar Hlöðversson. Atli faðir er að sigga í stúkunni. Má svona reikna með því. Já. Þegar maður sé bara heima og horfa á Sport TV. Aldrei að vita. En hér er það KR-ingar. Baldur Sigursson fær boltan og hvað ætlar hann að gera? Finnur Bjarni Guðjónsson og Bjarni finnur Atla og Atli reynir sendingu á Þorsteinn Már en þetta var Egill Atlason sem kom þessu í burtu. Gunnar Þór og finnur Garri Martin. Garri Martin gerir þetta vel, tekur hann á bringuna og Þorsteinn Már en þessi endar í fanginu á Eyjólfi Tómasinni, markverði Leiknismanna. Hann er í bleika búningnum í kvöld. Já, sem fyrr. Já. Og Eyjólfur kastar hér út, þetta er Helgi Óttar og hann spilar tilbaka. Óttar Bjarni finnur Hilmar Árna
Já, vel gert hjá honum, aukaspyrna. Já, Bjarni Guðjónsson brotlegur þarna. Og Hilmar Árni. Og hann með fína skiptingu hérna Flottur bolti þarna. Og Aron. Og hvað gerir hann? Kemur bolta fyrir. En beint á Bjarni Guðjónsson. Leiknismenn ætla að selja sér dýrt hérna í kvöld, það er alveg ljóst. Já, þeir munu berjast fyrir öllum boltum hér í kvöld, góð pressa hjá þeim. Get fullir það að Leiknir hefur ekki oft spilað til úrslita þessu móti. Nei, KR-ingar eru öllu vanari úrslitaleikjum. Spurning hvort að það skiptir nokkru máli hér í kvöld. Og Helgi gerir vel þarna, Helgi Óttar og Sindri. Já, vel gert hjá honum. Og Sindri er ennþá að reynir að koma boltanum fyrir en Hornspyrna. hornspyrna sem Leiknismenn eiga. Það er Vigfús sem ætlar að spyrna. Fjölmenni er inn á teginn. Vigfús kemur notar vinstri fótinn í það. Hvort Leiknismenn á að gera eitthvað úr þessu. Vigfús Arnar. Þá kemur hann með boltan fyrir á fjárstöngina en skallað frá í bili. Þessu frá og skotið hér. En Bjarnin er að koma sér í burtu. Vigfús aftur. Og miðinn á þessi er rangstæður hérna. Já, Ólafur Hrannar. Já. Þetta er rangstæður. Fyrirlið þeirra framlínunni. Það er að Gretar. Og hann finnur Baldur. Og Gretar aftur. Og hann finnur Þorsteinn Már. Þorsteinn á Baldur og Baldur upp. Og Emil Atlason í eldtekaleik við þetta en Steinar Guðmundsson skallar þetta út af. KR fljótir að taka þetta. Þorsteinn þarna hitt ekki boltan. Og Slögg sendingarna hjá honum en geta gert betur. já, Helgi Óttar. Þrumaði þessu út. Já, var ekkert að taka neina sénsa. Nei, hann bara bombaði þessu í burtu. Og það er Þorsteinn Már og Atli Sigurjónsson. Og Guðmundur Reynir næra þessum. Já, næra halda honum inn á. Og kemur með boltan fyrir. Gary Martin stígur yfir hann og Atli Sigurjóns. En Baldur Sigurðsson, boltinn í stöngina þarna. Hvað er að gerast, Kristján? Guðmundur Reynir fyrir og Baldur Sigurðsson en Eyjólfur Tómasson. Hanna voru KR-ingar næst búin að ná fórustinni. Baldur í tveimur döðafærum en náði ekki að skora. Já. Mér sætist hætt að vera liðin hjá þarna þegar Baldur hitt ekki boltan. Það hitt hann alls ekki. En boltinn endaði einhvern veginn í stönginni samt. Já, svo náði Eyjólfur hann að grípa hann á síðustu stundu. Já, Baldur Sigurðsson ná ekki kraft í skallan. En hér er Gary Martin. Hressast. Og Helgi Óttar nýkominn til Leiknismanna. Að 9. Og hann fær hér aukaspyrnu. Atli Sigurjónsson ekki ánægður með dómarann hana. Hann fær engu það ráðið. Drengurinn. Það var það spyrna hann fram eða hvað. Nei, spila tilbaka. Það var Eyjólf. Sindri. Sindri spilar á Óttar. Og Vigfús. Og Sindri aftur. Og Egill Atla. Leiknismenn er að halda boltanum hana. Brynjar og Sindri. Og Sindri skiptir yfir til hægri. Og er það Helgi Óttar. Og hann missir boltan út af. Þessi farinn. Já. Klaufalegt þarna á Helga. Og Guðmundur Reynir kastar svo langt. Gary Martin reynir að setja hann á Atla. Gengur ekki. Brynjar. Og Vigfús. Það er rifið í treyjan á honum hann. Hann heldur boltanum. Það var Magnús lætur að halda áfram. Ég held að hann hafi nú séð þetta peysutök. Já. En Þorsteinn Már sleppti og hætti pressunni þá og svona allt í lagi bara
Já, hann var með Þurrkaðist boltan, út. þannig að En hér er það Ólafur Hrannar. það er vel gert hjá honum. Og Vigfús skiptir yfir á Helga. Og Helgi aftur á Vigfús. Helgi líklega bara átt að koma við boltan upp. Svo Vigfús hafði ekkert við boltan að gera. Gary Martin kemur hér á sprettinum, Atli með honum. Fær boltan, Atli Sigurjónsson, reynir skotið og aftur og beint á Eyjólf. Káringar að fá færi hérna á fyrstu mínútunum. Já. Atli Sigurjónsson og þarna liggur einn leiknismannan eftir. Sér nú ekki hver það er. Það er ekki... Hilmar Árni. Nei. Það er sennilega hann hérna... Óttar eða eitthvað. Nei, þetta er ekki hann. Já, það kemur í ljósa eftir. Já, hann hefur meðst eitthvað þarna, fór í Atla. Fór í baráttunum Atla Sigurjónsson. Já, þetta hefur verið tölvöld þungt högg. Atli skaut náttúrulega á fullu afli og þetta getur oft verið vond. Það stendur upp eftir. Já, fínt fjör í þessu hérna fyrstu 10 mínúturnar. Bæði lið mæta ákveðin til leiks. Ætla sér að sjálfsögðu sigur í þessu leik. Fátt leiðilegur en að tapa úrslitaleikjum. Sama hvaða móti það er í. Þannig mér sýnist þetta að vera Egill Atlason sem að... Já. Já, númerið þarna að blekja. 27 á bakinu. Já. Skráður númer 4. Já. Það er vitleysa. Biðjumst velvirðingar á því. Þá er það komið á hreint allavega. Hann er mættur inn á aftur. Já, Egill er ekkert að fara hættu úr þessu. Nei, það er meira til. Og hérna er Hilmar Árni. Steinar Guðmundsson. Og Brynjar Hlöðversson. En vel gert hjá Torfa Karl. Hringast þið hérna að finna sendingin hérna í áttina Ólafi en Grétar skallar þetta. Guðmundur Reynir, já, smá vandræði þarna en ákomum sér á Gary Martin sem er rangstæður. Já. Brynjar Hlöðversson heldur að sé að vera að flauta aukaspinn á sig, bakkar og bakkar en það er löngu búið að dæma rangstöðu. Rangstæði þarna áður. Gary Martin kom út úr rangstöðunni og tók við boltanum. Það var Egill. Já, Það færa sig aftar. Rekur Egill aftar. Það var rétt stað skal þetta vera tekið. Gríðarlega mikilvægt þessi sending út á kantinn. Tilbaka á Steinar. Eftir á Egill. Leiknismenn óhræddir að spila honum hann aftast. Brynjar kemur honum út á Steinar. Sendingi slöka nær honum þó aftur. Boltinn hérna yfir á Helga. Helgi nær ekki að taka hann alveg nóg vel við honum en snýr tilbaka. Já, við ætla að geta Helga þarna. Vigfús. Og Vigfús með sendinguna. Ætla Ólafur Hrannar. Ræðilegu skalli og Aron nær að leggja hann út en Guðmundur komst fyrir þetta. Slakur skalli hann eða Gunnari Þór. Já, spurning hvort Aron hefði ekki bara átt að skjóta þarna á markið. Já, alveg geta reynt það. Í fyrsta, hérna Atli, káringarnir koma hratt. Bjarni og Baldur skipta vel yfir. Vel spilað á KR, Torfi. En þeir róa þetta niður, Bjarni, Baldur og Bjarni. Og Emil, glæsilega spila, Torfi, en finnur ekki Þorstein. Baldur fær hann tilbaka. Og spilar hann á Grétar. Sem að virðist mega að koma með boltan upp. En Grétar með ágætis sendingu þarna. En spurning hvort Gary Martin... Nei, hann var ekki brotlegur þarna. Nei, það er ekki á þetta. Það var að hotspilna og það er Atli Sigurjónsson sem ætlar að taka hana fyrir KR. Flottan vinstri fót.
Grétar inn í þetta, alltaf hættulegur í föstum leikadriðum. Grétar Sigfinnur hér að Atli svingar þessu á fjárstöngina. Boltinn fyrir aftur og aftur en Eyjólfur nær þessu. Já, klárlega farið í hann þarna. Eyjólfur Tómasson hugaður þarna. Það gerði vel. Lét sér bara vaða í þetta. Mikill pakki þarna fyrir framan hann og náða handsama knöttinn. Hann er ekkert að flýta sér að þessu. Hætti við að taka þetta stuð. Með hana bara upp völlinn. Beint á Emil Káring en Egill nær honum. Og þessi sending og Bjarni Guðjónsson er brotlegur hérna og Leiknismenn vilja fá gult spjald. Heimta spjald. Ég held að Magnús slepp honum. Ég held að þetta var lítið verð út en þetta var. Já. Bjarni Guðjónsson á inni í séns, það er bara þannig. Já, hann kannski. En hefði þetta verið einhver annar Kristján með aðeins færi leikjabakkinu og ekki fyrirlegaband, þá hefði hann hugsanlega verið spjaldaður. Það er alltaf að velta því fyrir sér. Já. Einhver annar fengi þetta spjald en það er ágætt að gera í upp spjöldin og snemma. Mínum að allavega hér er það sendingin Ólafur Hrannar, vel gert hjá honum og skotið, þetta er fínt skot. Já, Hilmar Árni þarna með skotið. Ágætis tilraun. Já. En Hannes var ekkert í vandræðum með þetta. Nei. Og þetta flikkar, Þorsteinn Már flikkar þessu. Emil, Káringar ennþá með boltann, Þorsteinn Már baldur sig og reynir að finna Emil þarna en það er bróðir hans sem var undan í knöttinn, Hinn Atlassonin. Já. Það er líklega ekki mæst áður. Nei. Á vellinum. Tölur aldrei munur á þeim. Sindri skallar þetta upp í loft. Bjarni gerir það sama. Þorsteinn Már reynir að flíka honum inn fyrir. En Óttar Bjarni setur hann upp í loftið. Og Ólafur Hrannar vinnur þennan. Og Gunnar Þór kemur með þetta bara langt upp og beint út af, beint í járnin hérna í loftinu. Þetta gerist svona eins og þessari leik. Já, þetta er gott þegar þetta er búið. Það er nöðsilegt. Þetta komi. Og skallinn hérna. Hér er Óttar sterkur í loftinu. En Gary Martin gerir þetta vel. Potar hann fyrir og aukaspyrna. Þetta er hárrétt. Vel gert hjá Gary þarna. Vantar auðvitað Óskar Örn Hauksson í lið KR. Sem er ekki orðinn löglegur held ég. Sem var að spila í Noregi. Það vantar einhverja leikmenn í þetta. Seinni hluta síðustu leiktíðar og Bjarni sem hlýtur að taka þetta. Atli Sigurjónsson en þetta var fljótfærnislega gert. Aron Danielsson sér við þessu. Já. Og hérna kemur Aron og reynir að finna Hilmar Árna þarna en sendingi var ekki nægilega góð. Og Grétar og Emil róar þetta niður. Gunnar og Bjarni. Já, spilni þessar og langur. Beint út af. Kemur innkastið og Gunnar Þór skallar hann út af Leiknir á þetta innkast. Og trítlar Helgi Óttar hérna upp og taka þetta. Helgi finnur Aron þarna en þetta er hárrétt. Nei, þetta fór af Aroni út af og markspyrna sem KR-ingar eiga. Hátíðarmyndir liðnar þessu leik 0-0. Ennþá KR-ingar hafa verið næst í að skora. Já, fengi góð færi.
Hér er Hannes með slaka markspyrnu. Leiknismenn vinna þennan. Brynjar gerir vel í að koma honum á Sindra og Sindri gerir vel þarna. Fer fram hjá Bjarna og Hilmar Árni og gegn Torfa Karl. Hann kemur með bolta fyrir. Já, Aron gert. Danielsson en þarna Aron að gera betur. Já, Kom með hana fyrir markið. Bolti fjær. Og hér er það Gretar. Káringa spil úr þessu. Og Greta kemur boltan upp, beint á Egil, Steinar og Brynjar og Baldur Sigurðsson þarna í mikilli baráttu. Auka spilna á Brynjar Hlöðarsson, Já, var hann ekki er paránað með þetta. Alveg brjálaður. Skil hann ágætlega því að Og þess nú hann ekki vera brotlegur hérna en Nú Magnús var ekki að spjalda hann fyrir þetta, nei hann er aðeins að hann sagði róa niður. gefa honum orð í eyra. Já, vel gert því að Magnús að gefa honum frekar tiltalið en að spjalda strax. Já, Ekki fyrir þetta. Menn mega nú aðeins. blása út. Já, algjörlega. Úrslita leikur og mönnum á ekki að vera sama. Nei. Bjarni Guðjónsson tekur þetta. Svo flestar aðrar aukaspyrnur KR og hér kemur Bjarni með boltan á fjær og Emil Atlason skallar þetta framhjá. Emil gríðarlega öflugur í loftinu. Skorar megnið af sínum mörkum með skalla. Leiknismenn eru harð ákveðnir að reyna að spila úr þessu. Já. Vigfús og Steinar og Vigfús aftur og Vigfús finnur Aron, vel gert, Hilmar Árni og Aron aftur og hvað gerir hann? Nei, það er ekkert á þetta, ekki neitt. Baldur Sigurðsson, nú koma Káringar hratt, sjáu Gary Martin hérna vinstra megin, fær boltan og Þorsteinn Már er inn í að spurning hvað Gary Martin gerir núna en var þetta ekki Óttar Bjarni? Já, vel lesið í honum. Þetta var fín sókn. Káringar eru góðir á breykinu. Já, gott að finna Gary Martin að hann er snöggur. Eldfljótur. Þorsteinn þetta líka. Það eru þessi boltar sem Gary Martin vill fá. Fá hann í svæðið þannig að hann geti hlaupið. Líkar það betur að hlaupa með hann. Atli Sigurjónsson og skallinn frá Gretari yfir. Nei, þetta var Emil aftur. Það er búin að báður í þessu. Þessi fór vel yfir. Ég vil vera að sparka þessu út. Já, tekur svolítið tími í það, Eyjólfur. Kannar alla möguleika áður en að þarf að sparka. Hér er að Káringar, Baldur setur hann inn fyrir og Gary Martin í hlaupinu. Já, ég vil vera að koma út í þetta og... Boltinn segir Magnús. Já, Þorsteinn var hérna. Spurning hvort Eyjólfur hafi farið í Þorsteinn þarna. Já, Magnús var í góðri stöðu til að sjá þetta. Já. Treystum honum fyrir þessu. Já, hér er Brynjar Hlöðversson í bölvuðu vissinni. Þetta var náttúrulega bara brot og ekkert annað. Brynjar fær bara ekki svona mikið tíma eins og hann vill. En hér er Helgi. Tiltalið á hann, nei. Svolítið seinni inn í þetta. Já, ég held að Brynjar verði spjaldaði fyrir næsta brot. Já. Það held ég líka. Guðmundur Reynir og aukaspyrna hárétt. Og hann krafsa þarna þess aftan í hann. Sjáu því að ákafan í leiknismönnum. Já. Það er alveg ljóst að Brotið var dæmt á Óla Hrannar þarna. Já. Helgi Óttar var alveg brjálaður en hann braut ekkert á honum. Því ég lítið að vera rauðlið við þessu. Já. Magnús brosir bara að þessu öllu. Hér að KR taka þetta stutt. Atli Sigurjónsson. Og hann kemur bolta fyrir. Og Baldur Sigurðsson með skot en þetta er hornspyrna. Já. Fór að leiknismanni þarna. Fína sóknir hérna að gáða núna. Pressan aðeins að þyngjast hjá þeim. Það fátt alltaf að hafa föstum leikadröðum. Já, þeir eru að vinna skallaboltan í föstu leikadröðunum en þeir eru bara ekki að koma því á ramman. Ekki enn sem komið er. Það er spurning hvort það breytist núna. Það er ekki Atli með spyrnuna og þessi er á næstöng og leiknismenn komið sér burtu.
Guðmundur Reynir fyrstir þennan, setur hann aftur á Atla og Atli aftur fyrir en hornspyrna. En einn hotspinnan. Helgi Óttar. Konar þó nokkrar hotspinnir hérna hjá KR-ingum. Kemur óvart að Bjarni Guðjónsson skulle ekki taka þetta þarna megin. Upp á þetta fræga inswing. Já. Það er Atli sem tekur spyrnuna. Og hann með fína spyrnu og hann fer í hausinn á Eyjólfi þarna. Frábær markvarsla hjá Eyjólfi Tómasinni. Hver var þetta? Var þetta Greta Sigfinnur sem skallaði þetta? Þarna áttu KR-ingar hreinlega að komast yfir. Kröftugur skalli, Eyjólfur. Frábær markvarsla hjá Eyjólfi þarna. Eins og nefndir áðan, Valur, þá eru þeir að éta þessa bolta þarna í loftinu. Já, það er ágefni fyrir Freyr Alexandersson og hans menn. Ég veit að Freyr er komin á hnén. Hann er stressaður fyrir þessu. Já. Þetta er... Hvort að KR-ingar það fær að nýta sér þetta. Búin að vera líklegir, hér er það... Nei, kemur hann sjálfsögur bara með þennan aftur inn í pakkan. Já, Þorsteinn Már aðeins að fíbla Helga þarna. En er það Atli kemur á næstu öng, Helgi Óttar skallar þetta frá. Og Atli aftur með henni ný og Torfi Karl flikkar hún áfram en... Og Torfi! En Eyjólfur er nóg að gera á Eyjólfi. Alveg nóg að gera í honum núna og ég veit ekki hvað þetta eru orðnar margar hotspinnur. Nei. Á KR-ingum, það eru orðnar all nokkrar. Ef Atli Sigurðarsson sem er hotspinnubónus þá er hann búinn að græða ansi mikið í kvöld. Já, það er líka nóg að gera á honum. Já. En Eyjólfur Tómasson er á tánum og það er honum að þakka að KR-ingar sé ekki yfir hér í dag. Enn sem kom er Atli og Eyjólfur nær að blaka þessu frábær spinnur í Atla þarna. Já, þetta er stórhættulegt. Gary Martin en... Nei, KR-ingar halda boltanum Guðmundur Reynir. Og hann snýr út, finnur Gary Martin. Gary Martin lítur að koma þetta fyrir. Og gerir það og skallinn inn yfir Emil Atlason. Bara kom ekki boltanum í burtu. Nei. Það var hansi löng og þung pressa hjá KR-ingum. Já, og nú fengu þeir markspyndur leynismenn og það geta andað örlítið léttar, allavega í eitt augnablik. Já, það er ljóst að KR-ingar vilja ná þessi markin sem fyrst. Hér er það Eyjólfur og hann þarf að spyrna þessu. Og Brynjar Hlöðvinsson, Bjarni þarna í baráttunni, boltinn dettur á Vigfús. Vigfús þarna að leika sér að eldinu svolítið. Steinar og Aron komin hérna yfir til vinstri. Og aukaspyrna dæmd á Emil Atlason. Þá koma leiknismenn. Já, það þurfa að vera grimmir í þennan bolta. Það er Aron sem ætlar að taka þetta sjálfur. Óttar og Egill Atla trýllinn á teig. Afsendarnir. Og Aron með spyrnuna og hún var alls ekki svo galin. Flottur bolti og gott svæði hérna en úr og seinir. Já, voru ekki langt frá því að ná að pota í hana leiknismennir. Og Bjarni Guðjónsson með frábæra sendingu. Helgi Óttar horfi bara á Gary Martin þarna. En það var hættulegur leikur. Já, hann bara var alveg saman boltan. Hann ætlaði bara að ná manninum. Já, hann náði hvoru. Og það er hotspyrna. Já. Þetta er sagalegsins hingað til. Já. Það fer að styttast í markið, ég held það. Já, kemur flautið. Já, ég veit ekki hvað Magnús er að flauta á þarna. Kemur spjallið fræga. Það er ekki bara dæmt eða það er eitthvað brot þarna. Já. Eini staðurinn í leiknum sem að brot fá séns, það er í hóttum. Þá tekið þetta bara spjall. Eitthvað svona að menn er að kljást, sko. Þetta verðist taka þetta bara aftur. Já. Atli, svo sem heitur. Búinn að taka nokkrar í kvöld. Já. Hér kemur spyrnan og Eyjólfur út og hætti við en... Má hika á honum þarna en nú getur hann komið langa fram, reynir það líklega. Já. Spyrnir honum og beint á kollin á Gunnar Þór en Eyjólfur Hrannar vinnur hann. Og brýtur á Gunnari Þór áfram með leikinn, segir Magnús. Hér er Gary Martin kominn.
láta þetta halda áfram. Gary Martin ennþá með boltan. Og þetta er skelvileg sending á Gary Martin. Brot á KR-inga. Já, en þetta var hörmulega gert hjá Gary Martin þarna. Frá A til Ö. Það voru KR-inga konur í góða stöðu. Leiknismenn eiga aukaspyrnu. Eyjólfur Tómasson fær hann tilbaka. Hann má ekki taka hann upp. Og Bjarni Guðjónsson pressar hann. Það fara að segja að enginn ætlaði að fara að gera það. Og Gunnar Þór, þetta er klárt brot á Ólafur Hrannar. Þetta er alveg klárt. Hérna. Já. Leiknismenn eru ekki sátti með þetta. Nei, það er mikið lífið þeim hérna á bekknum. Já, og það er líka bara gott. Fínt, en þeir höfðu rangt fyrir sér í þetta skiptið. Já, aukaspyrna dæmd og allt í lagi með það. Ólafur Hrannar fór þarna með hendurnar undan sér. Gunnar harkar þetta á sér. Já. Það er á hreinu. Það fyrir líka að slítast í mistökulega spjaldið held ég hérna. Jú. Nú komnar þessar 30 mínútur og sénsinn er farin að vera búinn. Og það er að læti í þessu, mönnum ekki sami um þetta. Og það er gott mál. Atli. Og hann skiptir yfir til hægri. Og Emil Atlason vinnur þennan, en Óttar kemur þessu hátt í loftu og langt fram. Gretar þarna. Og Aron missir hann langt frá sér. Guðmundur Reynir nær honum. Nei, Leiknismenn ná honum. Aftur Hilmar Árni. Og það er brotið á honum. Baldur Sigurðsson grípur aðeins í öxlina á Hilmari og Vigfús. Það taka þetta snöggt, gerir það, finnur Aron. Og nær Aron sem fyrir. Hann gerir það. Já. Frábær bolti á Vigfúsi þarna, Kristján. Já, þetta er flott hugsun þarna að taka þetta snöggt. Aron. Og vantar aðeins upp á hjá honum að finna betri sendinga fyrir. Já, hann átti bara að gera þetta betur, strákurinn. Hann hvort að lúra þessu bara ramman eða koma með hann lærra fyrir. Það er að duglegri við það, hann fengið nokkra séns að reyna þessi skot. Það var alltaf möguleikinn á Hannes kýlið þetta út í tegin eða slá hann fyrir annan leiknismann. Eitthvað. Það er að gera að láta reyna þessu á hann en hér KR-ingar byrja upp á nýtt. Gunnar Þór. Þorsteinn kemur og fær hann í lappir. Bjarni. Gretar Sigfinnur með athyglisverða sendingu þarna sem að Guðmundur Reynir gerir bara hrikalega vel í hann á halda inn á. Það er ekki auðvitað bolti að eiga við. Nei. Langt fyrir aftan hann. Sendingi var eiginlega skelfileg. Það er Gretar. Og þetta er mikið skjári bolti hjá honum, en Leiknismenn vinna boltan, Vigfús. Og ætlaði að finna Brynjar þarna, en Torfi misti boltan út af og Leiknismenn eiga innkast. 32 mínútur liðnar hér. Staðan 0-0. Leikurinn fjörlegur. Vigfús. Hann setur hann tilbaka. Óttar finnur Sindra. Og Sindri setur boltan inn fyrir. Þetta er full erfitt þarna. Torfi hefur boltan tilbaka á Hannes. Hannesi líður ekkert sérstaklega vel með að fá svona bolta tilbaka. Skulum orða það þannig að þetta er ekki hans styrkleiki. Og Baldur Sigurðsson gerir vel þarna. Og Gary Martin er að bjóða sig hérna fyrir Atli Sigurðsson. Þannig að valdi Atli vitlaust. Já, Guðmundur Reynir var í flottu hlaupi. Algjörlega Aron. Nú var hann að losa boltan. Gerir það. Út á Hilmar. Brynjar er með honum hérna, en Hilmar finnur Aron og Aron með skotið og framhjá Martin. Rétt framhjá þarna. Flott hlaup hérna, Aroni fekk boltan og náði skotinu. Já, glæsileg sókn hjá Leiknismönnum. Frábær sókn. Hérna hjá Leiknismönnum. Þetta munaði engu. Aron verið líflegur hérna. Já. Hægri kantinum. Tók gott hlaup hérna inn á völlinn og já. Fann þar glufu og setti boltan framhjá, naumlega þó.
hér koma káningar. Gretar. Og hann finnur Emil. Torfi. Steinar Guðmundsson. Mætir Torfa þarna. Baldur og Torfi. Torfi spilar tilbaka. Og Gretar spilar alla leið á Hannes. Fín pressa þarna á Leikni. Það er Leiknismenn svona aðeins að vaksa eftir að hafa ná að sleppa við að fá þessu mark. Já, lá Þess að koma inn í þungt þetta. á þeim í Já. 5-10 mínútur þarna. Koma Pétur inn í þetta aftur. Hér er Bjarni með frábæran bolta. En Emil Atlason flikkar að þessu en Gary Martin nær ekki til knattarins. Emil ótrúlega sterkur í loftinu. Þegar Brynjar tekur hann hugsanlega með hendinni, nei segir Magnús. Aron. Niður, já, Helgi. Þetta var Óttar reyndar og Hilmar. Hilmar á ferðinni. Og þetta er aukaspyrna, já. Því er ekkert fyrir Gretar að mótmæla þessu. Fór aðeins í hann þarna. Spurning hvað Leiknismenn gera. Vigfús Arnar ætlar að taka þetta, það er alveg klárt. Spurningi hvort hann skjóti eða að reyna að koma sér fyrir. Káringar fara allan að hátt með liðið. Það ætla að reyna ekki bara skoti, sýnist það. Já, eða reynir að chippa þess inn fyrir. Sjálfsagt að reyna það þessari stöðu, jú, hann kemur með skoti. Skotið er... Það er nú ekki neitt til að hrópa húrra fyrir. Nei. En allt að reyna þetta. Ja, allt úr laust. Leiknismenninni spila svolítið upp að opna fyrir Gretar þarna aftast. Þegar Gretar fær boltan þá setja þeir pressu. Þetta er alveg planað held ég hjá þeim. Emil flikkar honum. Emil vinnur hann aftur. Þorsteinn Már. Þorsteinn Már með hann fyrir. Þessu langur og Gary Martin haldi í hann en... Já, það var Helgi hreinlega heppinn. Já, hann greip í hann inn í vítateig. Það er... Það passa þetta. Þetta var tæft hjá honum. Gary Martin hefði getað farið niður. Leikur, já. Það er Helgi Óttar sem ætlar að kasta þessu. Og bolti skoppar hann yfir Ólaf Hrannar. Og Gary Martin gerir vel í að pota þessu niður Bjarni Guðjónsson. Og reynir þarna sendingu á Guðmundur Reynir en þessi var of hár. Helgi og Ólafur Hrannar skallar þetta beint út af. Bjarni Guðjónsson finnur Gretar þarna. Baldur. Bjarni, Baldur aftur. Vel gert hjá káringum, Atli Sigurjónsson. Og hvert ætlar hann? Finnur Þorsteinn en ekkert á þetta. Það er Vigfús og nú koma Leiknismenn hratt, Brynjar Hlöðversson og Hilmar Árni. Og Hilmar gegn Torfa. Hilmar kemur inn á völlin með skotið og hann er allt í lagi! Þvílík tilraun! Frábær tilraun. Skot. Þessi var bara í lagi. Þessi hæglega geta undir undirsláni í staðið fyrir fór hann rétt yfir hana. Já, skemmtilega. Skot þarna, kom inn á völlin og lét bara vaða. Ekki reyna þetta á Leiknismenn. Þeir getur verið konum við fórustuna hérna einnig. Klárlega. Þannig að það er ná að gerast í sig þó að það sé ekki komið mörg. Það heilega geta verið komið nokkur hérna. Bjarni, Baldur og Þorsteinn Már Atli Sigurðsson með hann hinum einin. Hann fyrir yfir á Gary Martin fyrir og Atli skorar, já, hann gerir þetta vel. 1-0 fyrir KR. Já, vel gert þarna hjá Þorsteinni Má. Fekk smá pláss, hafði Atla með sér en sendi þess í stað til hægri. Gary Martin náði honum fyrir og Atli var mættur. Kláraði hlaupið sitt og kláraði þetta
Stuttufæri í netið, vel gert hjá KR-ingum. Já, Nýttu sér hérna þessa sókn vel. algjörlega. Markið kemur hér 7 mínútum fyrir lok fyrri hálfleiks. Já, svekkjandi fyrir Leiknismenn því að þeir Já. voru búin að vera með svona undirtökin síðustu Þeir voru að komast mínútum. betur inn í þetta og voru að ógna eftir að hafa lent undir pressu og voru að koma bara nokkuð vel inn í þetta en hérna nýttu KR-ingar sér svæðin vel, afgreitt þetta með stæl. Leiknismenn þurfa að svara þessu. Steinar. Og Þorsteinn tapar boltanum. Það sér út af. Steinar náði ekki að halda honum inn á. Grétar og Gunnar Þór. Atli kemur djúpt, fær boltan. Guðmundur Reyni. Og Atli spila hann tilbaka. Guðmundur Reynir. KR-ingar halda boltanum aðeins núna og reyna að fá Leiknislið framar á völlinn. Klárlega líður mun betur með þetta mark í farteskinu. Spurning hvernig leikurinn þróast núna. Baldur, Gunnar Þór, Guðmundur Reynir. Nei, Guðmundur Reynir tapar boltanum hérna klaufalega. Aron kemur á hlaupið og aukaspyrna. Nú fáum við fyrsta gula spjaldið. Hvað er það að gera? Hótar því sífellu að taka þetta en ekki við. Hann var ekki viss. Já, hann Guðmundur Reynir. Alltaf þegar hann ætlaði að fara að sparka þá öskraði einhver ekki. En mér finnst Guðmundur Reynir stálheppinn að fá ekki spjald þarna. Já, hann var í tómu rugli. Það er að stoppa hann í álitlegri stöðu. Þetta er fyrsta spjaldið geta að koma þarna. Þetta er aukaspyrna á stórhættulegum stað. Það er spurning hvað Vigfús gerir, hvort hann ætla að hamra þetta markið eða hvort hann flengi honum fyrir. Þessi kemur fyrir líklega. Og hér kemur spyrnan, hún er góð og þarna missir. Hver var þetta? Var þetta Brynjar Hlöðversson? Missir á honum. Hann bara strauk ennið á. Við að stanga hann hérna. Sjáu. Það var nálægt í þarna. Og það hefði ekki þurft mikla snertingu til að koma að þessi netið. Frábær aukaspyrna hérna á Vigfúsi. Mjög flottur bolti hérna fyrir. Þá koma KR-ingar. Þeir halda rósinni. Það mega ekki vera of kæruleysir. Guðmundur Reynir var hreinlega kæruleys á hann þegar hann tapaði boltanum. Já, það hefði getað kostað. Gary Martin kominn hérna langt niður. Þór, Leiknismenn bíða bara rólegir tilbaka. Atli og þeir halda honum áfram. Baldur rúla honum hérna bara á milli sín. Baldur, Guðmundur Reynir. Hann tilbaka, Gunnar Þór. Þrjár mínútur í hálfleikinn, Grétar Sigfinnur. KR-ingar bara hér að halda honum á eigin vallarhelmingi. Atli með spýtuna hér fram en Steinar ræður við þetta og það var að losa boltan þetta fyrir Hilmar en vel gert þarna hjá, það er ekki Sindri en hann missir hann. Guðmundur Reynir, Brynjar og þetta er góð barátta þarna Brynjari. Leggur sig allan í þetta. Það er ekki sagt annað en að Brynjar Hlöðversson leikir líf og limi í þennan leik. Það er hárrétt. Það er nóg eftir hjá Leiknismönnum, þeir eru ennþá vel inn í þessu. Bjarni, Grétar og Grétar finnir Bjarna, Bjarni setur hann upp í hægra hornið. Frábær sending. Torfi Karl. Já.
Torfi gerir þetta illa. Baldur Sigurðsson vinnur boltan. Gary Martin, Emil og Atli Sigurjónsson. Og Atli með sendingu þarna ætluðu Þorsteini Má, en hún var slögg. 1,5 mínúta eftir hér af fyrri hálfleik. Plús það sem Magnús ákveður að bæta við þetta. Það verður nú ekkert svakalega mikið, en kannski mínúta. Egill Atlason lá þarna í einhvern tíma. Óttar og Vigfús finnur Sindra og Sindri kemur boltan upp. Ólafur Hrannar gerir ágætlega. Hilmar Árni og hann út á Steinar og nú kemur Steinar líklega með að fyrir, nei. Kýsa sendar inn á miðuna, Hilmar og Vigfús. Fínt spil hjá leiknismönnum. Sindri Vigfús aftur og Gretar setur hann tilbaka Hannes. Og Hannes! Hann leist þetta ágætlega. Jájá. Fyrsta touchi var ekki. Þessi skall ekki góður og Sindri er vonað með sig hérna. Káringavinnan, Guðmundur Reynir. Hvar endar þetta? Guðmundur Reynir missir á honum. Vinnur hann aftur en Brynjar mættur. Sindri hér er Sindri allt og lengi þarna. Það komaði boltan út í kantinn en þessi er á langur Atla. Já, og verður sending. Það er hart barist hér á miðju vallarins þegar boltinn er inn í miðju hringnum. Það er hreinlega slagsmál töðruna. Já, bara ákvæmlega eins og það á að vera. Hilmar yfir á Steinar. 45 mínútur komnar á klukkuna. Já. Mar og... Já, ágætlega list þarna. Steinar. Og hvert ætlar Steinar? Já. Það er að koma hérna, skipta honum yfir á Helga sem var aðleinn hérna úti í hægra megin. Og já. Hilmar setur hann á Brynjar sem er kominn hérna út á vinstra megin. Brynjar gerir vel, býður eftir Hilmari. Hilmar með bolta fyrir og Ólafur Hrannar með skalla, en það er brotlegur hérna, já. Ágæti spil hérna á leikni. Ekkert að þessu. Já. Og KR-ingar líklega að sigla með 1-0 fórust inn í hálfleikinn. Það má alveg segja það sé verðskulda, en jafnframt hefur leiknismenn alveg geta verið búin að skora líka. Og vera að færi að báða í þessu. Og hér er Magnús búinn tíminn hjá honum og staðan er 1-0. Það var Atli Sigurðsson sem skoraði á 39. mínútu og nóg eftir að þessum leik. KR-ingar með 1-0 fórustu á móti Leikni. Við förum í auglýsingar og komum með síðara hálfleikinn innan skamms. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tímann. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efniviður í íslenskum kvennafótbolta í dag.
Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af LG-sjónvörpum í hátækni. Hlaðinn tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð LG-sjónvörp í hátækni. Ármúla 26. Sísí, þetta að koma hjá stráknum. Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu. Tal. Svona á samband að vera. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. You know what I am? I'm a people person. I'm watching your back. The only reason I have a partner, right? Right. I want the guys who did your partner. So what are we gonna do? Take them out. Oh, you mean take them in? Right, take them in, whatever. They should have never tried to burn me. Bang. Down. Owned. Oh, that's cute. Bullet to the Head. Frumsýn 8. febrúar. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í A6? This way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan. Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tíman. Síminn. Taktu þátt í leiknum. Í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta.
Já, komið sælir góðu gestir. Hér er seinni hálfleikur hafinn að 9. Staðan 1-0 fyrir KR ennþá. Það var ekkert skorað í hálfleik. Og Atli Sigurjónsson skoraði eina markið í fyrri hálfleik eins og við vitum. Og leikurinn verið líflegur en hér er leiknismenn Ólafur Hrannar og Gary Martin gerir vel þarna, hirðir hana Hilmar Árna. Guðmundur Reynir, Þorsteinn, en Óttar finnur þarna Helga. Helgi með mjög slaka sendingu þarna. Atli Sigurjónsson og Emil Atlason með skallan yfir. Helgi og Óttar. Egill finnur Sindra og Steinar, Hilmar og leiknismennir láta boltan rúlla fram og tilbaka, reyna að finna glufur á KR-ingum. Hér er Egill búinn að gefast upp á þessu. Setur hann fram, Bjarni og Hilmar. Sindri reynir að finna Hilmar Árna aftur en Grétar Sigfinnur á undan í þennan. Grétar finnur Emil. Emil gerir vel í að finna Bjarna þarna inn á miðjunni og Atli kemur með boltan langan. Og Þorsteinn Már lætur hann skoppa þarna og gerir svo árás en Egill er sterkur og Þorsteinn brýtur á honum. Brota þetta, segir Magnús Þórisson. Ég held að hann hafi haft rétt fyrir sér í þetta skiptið. Það er alveg klárt. Boltinn yfir hérna. Leiknismenn. Og með hann fram. Guðmundur Reynir. Og Atli finnur Þorsteinn Má. Nú vantar fleiri menn með. Já, Guðmundur Reynir kemur á ferðinu upp. En vel gert þarna í Helga. Já. Helgi óöfnið þarna, datt og já, meist hann í hot en fylgdi gríðarlega vel eftir. Guðmundur Reynir er ekki seinn. Helgi hélt í hann. Atli með enni tónn í þessum leik. KR-ingar voru hættulegir í þessum hotspinnum í fyrri hálfleik. Nú kemur Atli með boltan. Þessi hreinsar þetta frá Hilmar. Bjarni kemur hann aftur út. Helgi var undan hana. Já, spennir þessum langt upp í stúku. Stúkan er rosa stór. Já, mjög. En hann er Baldur og dansa þarna í kringu boltan en endar með innkasti. KR-ingar hafa átt þetta en leikir með þetta. Búið mikil barátta í þessum leik. Mjög mikil barátta. Fyrstu mínútu. Liðið skiptust svona á að vera með yfirhöndina fannst manni, langt framan hann. KR-ingar byrjuðu betur. Komu leiknismenn meira og meira inn í þetta og KR tók svo svona pínu yfir þarna í restina. Sérstaklega eftir markið. En Hannes sparkar hátt. Og Þorsteinn gerir vel í að flykkja upp í loftið. En Steinar grimmur þarna, setur hann upp í loftið. Bolti mikið upp í loftinu þessa stundina. Sindri tekur hann niður. Vel gert. Og Sindri róða þetta niður, spila tilbaka á Helga. Helgi finnur Óttar og Óttar setur hann yfir. Og Steinar tekur þetta á kassan hérna. Já, með fínt pláss hérna. Það er hann að Sindra, það er hann aftur.
Já, lífbúlega að spila þarna og brotið á Sindra Björnsinni. Já, ég veit ekki hvað Torfi gat gert þarna. Sindri sótti þetta vel. Já, það er Vigfús. Eða hvað? Aron. Aron sem tekur þetta með hægrið þetta. Þannig hann inn á teginn. Vigfús búinn að eiga margar magnaðar spyrnur hérna í fyrri hálfleik. Skiljanlega vill Freyr Alexandersson láta réttfættamann taka þetta þarna megin. Liggur betur fyrir. Og kemur Aron með spyrnuna. Hún er ágætt og þessi er mark! Nei! Það er dæmir. Hann dæmir aukaspyrnu. Býtum nú við. Þetta er afar umdeilt og sjáðu þér hópastýra Magnúsi dómara. Og hann dæmir aukaspyrnu. Hann dæmir mark. Hann dæmir mark. Hann er í talsambandi þarna við línuvörðinn. Þetta er ótrúlega furðulega ákvörðun, Kristján. Já. Ég ætla að fara að segja það. Hvað var Magnús að... Ég gæti ekki séð neitt að þessu marki, var það? Ekki flaggaði línuvörðurinn. Nei. Hvað var Magnús að hugsa? Hann flautar og þá er Hannes í aksjóni við að reyna að vinna boltan. Þá heyrist flaut, boltinn fyrir markið. Já. Þetta þurfum við bara... Því hann flautaði klárlega held ég áður en boltinn fór í markið. Það er gott að endur sýninguna maður. Þetta er athyglisvert og verður gaman að skoða þetta. Það er staðinn og 1-1. Mark og ég veit ekki hvernig við erum að setja þetta á. Skoraði hann í öllum hamaganginum en leiknir er allavega búið að jafna. Það er það sem er á hreinu hérna. Já, ótrúlega byrjun. Þannig að vera að dæma hendi þarna ekki... Mér fannst það en hann hefur kannski búist við rángstu og flautað og snemma. En þá er spurning hvort það sé rétt að dæma mark. Já. Það veit ekki, það verður gaman að skoða þetta. Aftur. Og hér koma gáringar. Þetta kveikir nú bara í leiknum. Það er bara frábært fyrir okkur sem er áerum að horfa. Baldur. Og Bjarni. Og Torfi. Og vel spilað. Atli, Torfi aftur. Finnur Baldur. Guðmundur reynir þarna úti en Baldur og þetta er brot og spjald. Kemur spjaldið. Já, Sindri. Fyrsta gula spjaldið. Þetta er hárrétt. Það er spurning hvernig náða laum honum hann í markið. Það var það aukaspyrna á káringum. Bjarni og Atli standi yfir þessu. Guðjónsson þarf hann að taka þetta. Magnús reikur vegginn aftar. Þetta er nú ágætis færi en spurning hvað er náðu miklu kraft í þetta. Atli Sigurjónsson með skotið og Íslána og þetta fellur út og það er Torfi Karl síðan fyrir næðu skotinu en fór beint í fangið að Eyjólfur. Þetta var flott spyrnaði á Atla. Þrúðmann og hann í þverslána. Samkvæmt mínum heimildum. Egill Atlason er skráður fyrir þessu marki. Já. Já, vinnum okkar á fótbolta.net. Hér er það. Hilmar og Vigfús. Og Vigfús með fyrirgjöf og Hannes er ekki viss með þetta. Nei, hann fór aftur fyrir hana en hann var ekki alveg með þetta 100% á hreinu. Það er alveg ljós, Kristján, að þetta mark var eiginlega besta sem gat komið fyrir leikinn. Þú verður að læta í þessu, það er ekki spurning. Leiknismenn er alltaf búin að leggja gríðarlega vinnu í þennan leik. Nú eftir að þessu og held að ég fari með rétt mál þegar að segja það ef það er jafnt eftir venjulega leiktíma þá förum við beint í vítakefni. Það er hárrétt. Það er nú eftir að þessu. Heldur betur, 55 mínútur liðnar. Hér er Atli Sigurjónsson með sendinguna. Þorsteinn í kapphlaupi en Egill leysir þetta vel. Egilur hérna. Já, þessi fer út af. Atli Sigurjónsson laus hérna. Búinn að vera mikið í boltanum Atli, búinn að vera góðan leik. Gunnar Þór. Baldur. Ljóst að Káringar reyna að ná í marki hér sem allra fyrst. Hér á Torfi Karl. En þetta er bara góð varnarleikur. Já. Hilmar
Hilmar Árni. Steig hann vel út. Já, mjög vel gert. Ekkert af þessu. Gríðarlega sterkt fyrir Leiknismenn að jafna svona strax. Já. Koma sér inn í leikinn og á lappir. Nú snemma í seinni hálfleiknum. KR-ingar ætluðu líklega að reyna að róa leikinn aðeins niður. En þeir geta það ekki úr þessu. Emil Sig. Já, og svo hlaupið þarna hinum meginn. Aron sá hann ekki. Nei. Ólafur Hrannar var hann að hægra meginn í frábæri stöðu en Aron mista á honum. Hér það Þorsteinn, hann nær þessu en brotlegur. Já, hann nú ekki sammála þessari ákvörðun. Nei, og KR-ingar í stúkunni ekki heldur. Nei. En það skiljanlegt að þeir sé ekki sammála. Þetta hræðileg aukaspyrna. Hér það Emil Atlason. Hvað ætlar hann að fara langt? Hann stöðvaður en þessi spyrna var alveg galinn. Brynjar Hlöðversson hreinsa fram. Ólafur Hrannar í baráttu við Gunnar. Og Ólafur Hrannar byrtur og hvað gerist núna? Ætlar hann að dæma á þetta? Hann dæmir ekki neitt! Hann dæmir ekki neitt. Þetta með hreinum ólíkindum. Kristján Gylfi, þetta hefði hann flautað, þá hefði það verið rautt á Gunnar Þór. Það held ég. Klárt. Þeir eru æfir hér, þjálfara Leiknis, Freyr og Davíð, þeir eru brjálaðir. Þeir eru alveg brjálaðir. Brot og rautt spjald. Mér sýndist þetta að vera brot. Já, hann mista á honum, Ólafur komst fram fyrir hann og hann reif hann niður. Hræðilega klaufalegt hjá Gunnari þarna. Þarna spurningin. Og Atli, og þetta fer aftur fyrir línuvörðurinn. Já, en þessi ákvörðun hjá Magnúsi. Þetta féll með Leiknismönnum á hann en þessi féll heldur betur með KR-ingar. Það voru ljónhefnir þarna. Ég held bara að Magnús Þórisson hafði ekki verið í nógu góðri stöðu til að sjá þetta. Langt frá þessu. Og þetta var náttúrulega stór ákvörðun að taka, þannig að hann þurfti að vera alveg viss. Já. Hér eru KR-ingar, Þorsteinn Már finnur Emil út í hægra megin. Emil kemur með bolta fyrir en beint í hendurnar á Eyjólfi. Eyjólfur sparkar þessu bara upp í loft. Það er innkast sem KR-ingar eiga. Það er netið hérna. Það er miðju allar eins. Það þýðir innkast. Það þýðir innkast. Ef boltinn snertir netið þá er innkast. Já. Þetta er í Egilsvallarreglunum. Jú. Grétar. Það er nú fyrir þessu Leiknismenn sannarlega ekki ánægðir með þessa. Þetta hef ekki fallið með þeim þarna. Hér er það Arona. Þetta er nú, það er ekkert á þetta. Hann dettur óöðulega þarna. Ekki neitt. Guðmundur Reynir Gary Martin er með honum. Guðmundur Reynir fer sjálfur. Gary Martin er að koma honum aftur en Leiknismenn. Brynjar hann lág ekkert á hann að hann fari sjálfur. Alli og þessi er á langur. Já, þetta er athyglisvert. Magnús Þórisson allt í öllu hérna í seinni hálfleiknum. Bæði í þessu fyrsta marki og svo hérna í þessum ekki dómi sem hann dæmdi ekki hérna. Vafasöm atvik, bæði tvö. Og hafa svona fallið með báðum liðum. Var Maggi kannski að jafna þetta út þarna? Já, maður svona. Maður spyr sig. Hefði hann ekki dæmt marki hérna á hann, þá hefði hann hugsanlega hent honum út af. En þetta getur maður aldrei sagt. Þetta er skemmtilega við fótboltann. Brynjar Hlöðversson kemur menn upp í hornið. Ólafur Hrannar þarna á fleygiferð og Gunnar Þór. Hann er að lenda í mesta baslið með hann þarna. Hann er að brotlegur. Alveg eins og áðan. Gunnar Þór. Hann er bara í vandræðum. Bæði skiptin er hann á undan í boltan. Það er betri stöðu en missir hann fram úr sér. Það er spurning hvort Gunnar Þór ekki bara hreinsað þetta út af þarna. Engi maður til að gefa á. Já. Og Vigfús, nú kemur hann með spyrnuna. Ná Leiknismenn að komast yfir hérna. Nei. Bjarni skalla þetta frá.
Þorsteinn Sjáið sprettinn á ógnar Þorsteinn. hraði í drengnum þarna af Þorsteinn. Frábær sprettur. Og þeir eru fjölmennir hérna að Guðmundur Reynir með honum Þorsteinn og Gary Martin er alveg laus hinu með þetta fellir fyrir Baldur Sigurðsson og hann Nei. Það var gríðarlega hættuleg sókn. Þetta var dauðafæri. Þarna á Baldur hreinlega bara að hitta ramman. Já, hann er í frábæri færi til að smella hann í hornið. 9 af hverjum 10 skiptum held ég að Baldur hefði hitt hann. Hér er skipting og það er Sindri sem er að fara að velli. Sævar Freyr Alexandersson er að koma inn á. Já. Bróðir Freys þjálfara. Sindri að fara að velli. Sindri Björnsson, leikmaður nr. 8. Ég held að Sævar komi bara inn á miðjuna. Engin taktísk breyting á leiknismönnum. Dulusvört. Og þetta komið. Nei, mér sýnist Hilmar Það segja að fara út á vænginn. Já. Koma inn á miðjuna. Ólafur Rannar. Aron. Nei. Þessi er hann út af. Já, klaufalega. Þetta er á Gunnar. Gunnar aftur, hann lendi í vandræðum þetta tvígang. Gunnar Þór spilaði lítið í fyrra en svona heyrist að hann fái jafnvel stærra hlutverk í sumar. Hér er það Þorsteinn Már og þessi tækling, hann lætur leikinn halda áfram og ná þá ekki að flauta núna. Nú flautar hann. Þetta er alveg hárrétt. Hann á að gera þetta. Þetta er alveg hárrétt. Þeir geta ekkert kvartað við þessu. Sendingin gekk ekki upp. Vist hann beitir hagnaðinum þá verður hann að virka á þennan hátt. Jæja, Magnús var að bíða, það sáu það allir að hann var að bíða og sjá hvert boltinn myndi fara. Leiknismenn náðu honum og þá er brot. Guðmundur Reynir með boltan fyrir og hvað endar þetta? Er þetta hendi? Nei, segir Magnús. Fór hann ekki hendin á leiknismanninu þarna? Gat ekki séð betur hér að Aron og Aron í miklu kapleimi en hérna gerir Gunnar Þór vel. Það var brotið á hann þarna. Það er klart, jájá. Jú, þetta er hárið. Það eru læti. Þetta er alvöru dæmi hérna. Þetta er hárið. Það er alltaf verið að vitlaust í höllinni. Þórður Már Gylfason. Freyr hrindir í hann. Þarna er Freyr Alexandersson hugsanlega að koma sér upp í stúku. Jájá, þetta er á gráu svæði hjá honum. Já, Magnús Þórisson. Þór hérna alveg onni í Þórð. Biður hann afsökunar hérna. Sýnist mér. Það er hitt í þessu. Freyr verður að... Já, verður að takla þetta betur. Og ekki láta skapið hlaupa með sig, en það er líf í þessu, það er fjör. Það er gaman hérna í Egilshöllin í kvöld, ég held að það sé alveg á hreinu. Klárt mál, fullt af fólki og mikið læti. Og leiknismenn eru heldur betur að standa í káringunum, bikarmeisturunum. Og Gunnar Þór setur þetta upp, Óttar gerir ágætlega, kemur þessu út. Þannig Sævar Freyr, Þorsteinn Már vinnur boltan. Gary Martin með kærisleisislega sendingu þarna. Brynjar setur þetta út á kant, nær Steinar þessum, já hann nær að halda sinni. Setur hann upp, Gretar kassar hann niður á Torfa. Og Torfi nær að halda sinni á. Það er mikið læti í þessu leik. Já, það er. Og ekki mikið fínt spil þessu augnablikinn, en meira baráttu og tæklingum. Stór skemmtilegt þetta. Já. Og hér er það brot, já. Já, hárrétt. Atli Steinar Guðmundsson þetta. Þetta var klókt hjá Steinari. Sótti þetta. Það er Egill sem ætlar að spyrna þessu. Gerir það, spyrnir upp í horn. Gerir það Aron. Og vel gert hjá Aroni þarna, hann á að taka þetta niður. Og fer á Torfa en... Já, káringar eiga þetta. Já. Fór aftur í hann. Það er spurning hvort að
Boltinn ekki farið hérna í hendina á leiknismannum inn í teg. Það er Sparka spurningin. hann sjálfur upp í hana, gæti ekki séð betur. Þetta kemur allt í markapakkanum hérna hjá okkur í kvöld. Það er nóg að atvikum. Já, og þau verða að skoða. Þau verða að skoða það aftur. Það er klárt. Og er það Emil. Emil, já, hann missir á honum. Baráttu við Vigfús og Brynjar og leiknismennir höfðu betur. Egill. Og Egill með fína sendingu niður fyrir Ólafur. Hannes kemur út á móti og hann dæmir á þetta. Hvað gera hann núna? Hann er að dæma vítaspyrnu, Kristján. Það er vítaspyrna. Náði hann ekki bara að koma sér fyrir boltan þetta? Þetta er ótrúleg ákvörðun hjá Magnúsi. Náði hann ekki bara að stoppa boltan þetta? Veistu það, ég held það. Kom út á móti og komst fyrir. Og rautt spjald á Hannes Þór Halldórsson, markvörð KR. Þetta er ótrúlega hlutir að gerast hérna. Með fjöruri leikjum sem maður hefur séð í Reykjavík held ég. Þessi atvik hérna, þetta er nóg að taka. Hannes Þór Halldórsson fær rautt spjald og þetta er vafasum ákvörðun. Það er Rúnar Alex Rúnarsson. Hann þarf að koma hér inn á. Stór efnilegu piltur kemur hér í markið. Og það er spurning hvernig hann tekur út af. Kemur ekki óvart að það yrði annarkor kantmannana. Alveg æfir yfir þessu. Ég skil hann vel. Já, mér sýndist hann bara að ná að blokkara þetta skoti. Þetta var risa ákvörðun, Kristján. Koma sjálfsögðu á krafti út á móti en ég gat ekki sé brot. Þurfti hann að dæma rautt? Alls ekki. Gat hann ekki sleppt Hannes sem er gult? Þetta er ótrúlega stór ákvörðun og Magnús er óhræddur við að taka þær hér í kvöld. Það er ekki hægt að segja nýtt. Hérna. Þetta er ótrúlegt. Það var að spurningin, hver fer á vítapunktin, er ekki Hilmar sem stendur alltaf með boltan. Hilmar Árni, hann þarf að bíða lengi eftir að taka þetta. Alltaf spurningin hvað áhrif það hefur. Já. Rúnar Alex er að gera sig kláran, hann bjóst engan veginn við þessu að vera dett inn á hér. Nei, hann hefur engan tíma til að hita upp. Hann er ekki eins og í búning, strákurinn. Nei. Þá er spurning líka hver fer út af hjá KR. Margt að gerast hér. Já, Þórður Már Gylfason, fjórði dómari. Þeir kom með skiptingaspjaldið á loft. Það er spurning hvað stendur á því bara. Hvað Pétursson gerir hér, hvern tekur hann út af, það er Bjarni Guðjónsson eða eitthvað? Nei, hann er, þessi fyrir að ræða við Bjarna hvernig þetta er að vera frekar hann að sé að fara að taka Bjarna Guðjónsson að velli. Ekki trú á því. Já, ég held að hann taki Emil, Garri eða Þorstein út af. Já, Emil svo sem ekki verið mikið inn í leiknum. Já, það er Emil. Já. Já, Emil Atlason. Atlason að koma út af og Rúnar Alex í markið. Það yrði nú eitthvað ef hann myndi koma inn á hér og byrjaði að verja vitið. Kristján, ég ætla að tippa að hann gerir það. Já, það þetta er þannig leikur. Það yrði svakalegt. Það er eitthvað í þessum leik. Löng bið eftir þessu hér. Rúnar eftir að fara í hanskana. Já, hann tekur sér góðan tími í þetta strákurinn. Já. Það er það Emil Atlason sem kemur út af. Rúnar Alex Rúnarsson, faðir hans, Rúnar Kristinsson þjálfari, hann er ekki hér í kvöld. Nei. Það er Pétursson sem stýrir liðinu. Rúnar staddur erlendis á þjálfarnámskeiði í Englandi. Og nú fær hann heldur betur tækifærið. Já, hann spilaði með 21 árs landsliðinu nú á dögunum. Hann fær gífurlega efnilegu piltur. Byrjar strax í hasandum, það er vítið. Hilmar Árni getur komið. Já. Leiknismönnum yfir þegar 20 mínútur eru til leiksloka. Nú er spurningi með taugarnar í honum, hann er búinn að bíða lengi. Hann er búinn að hugsa mikið. Já, hann er búinn að hugsa hægri, vinstri, uppi, niðri, endalaust. Nú er hann búinn að velta fyrir sér öllum möguleikum og nú er að sjá hvað gerist. Hilmar Árni, hvað gerir hann gegn Rúnari Alex, nýkomin í markið, Hilmar Árni. Og Hilmar Árni skorar feikilegu öryggi. Frábær spyrna. Hann plaffa hann bara
beint á markið, efst uppi og frábær vítaspyrna. Rúnar Alex hvergi nærri þessu bolta og Leiknismenn eru komnir yfir þegar 20 mínútur eru eftir. En það er ljóst að það voru nú einhverju bætt við þær 20 mínútur. Hér er það skipting. Já, Leiknismenn, syns þetta Birkir sem er að koma inn á. Það er Steinar Guðmundsson sem er að fara út af. Já, Birkir Björnsson. Birkir Björnsson inn á. Kemur bara beint í vinstri bakvörðinn. Já. Bara bakvörð, út fyrir bakvörð, ekkert flókið. Birkir hérna nummer 14. Kemur inn á fyrir Steinar, nummer 25. Steinar búinn að skila sínu í dag. Jú, heldur betur. Það var spurning hvernig Káringar bregðast við þessu. Kristján, nú fyrst fyrir þetta að vera athyglisvert. Já, nú reynir heldur betur að þá einum færri. En þeir eru nú með lið í það að geta komið tilbaka. Já. Einum færri, þannig að þetta er hvergi nærri búið hér. Þeir verða að fara að gera eitthvað. Þeir eru ekki búin að vera mikið vakandi hér inn seinni hálfleik. Nei, Leiknismenn hafa verið sterkari. Ég er hendi. Já. Og nú er líka spurning hvernig ákvarðanirnar falla. Algjörlega. Og það var í gaman að sjá vafaatriði hérna eftir 2 mínútur. Hefði hendin komið núna. Já, það var enda eftir það. Þetta er gaman þessu. Þetta er ótrúlega skemmtun sem við erum að fá hér. Látum vera að velta okkur meira upp úr því hér. Bjarni Guðjónsson er allan daginn að fara að taka þetta. Kemur ekkert annað til greina. Atli getur bara farið inn í. Bjarni. Nei, hvað er ég að bulla? Þetta er mark eða hvað? Nei! Baldur næri ekki. Nei. Eyjólfur Tómasson varði og Baldur skóplaði hann aftur fyrir. Baldur heldur, nei, ég held nefnilega að Leiknismaðurinn hafi skóplað hann aftur fyrir. En Magnús Dæmi er allavega ekki þannig. En það var Atli sem tók þessa spinnu. Það bjóst engi við því. Yfirlýsingar annað frá þér. Nei, það er bara svoleiðis. Ég held að Leiknismennir hafa verið jafn hissa og ég á þessu, því að þeir glemdu að dekka alla mennina þarna. Já, Baldur, hann hefur fengið færin í kvöld. Heldur betur. Hann er nú vanur að setja eitthvað af þessu í netið. Já, kannski á hann bara inni. Já. Það er Baldur. Hún setur hann tilbaka, Gunnar Þór. Þannig að vera í vandræðum hérna í seinni hálfleik. Já. Það er spurning hvernig Leiknismenn líka bregðast þessu. Þeir eru komnir yfir. En ætlar að falla tilbaka bara. Manni fleiri. Rúnar á Grétar. Gunnar Þór. Sendi ekki hér í átt að Þorsteini Már, Þorsteinn Már. Egill kemur þessu. Innkast, bara í loftið. Já. Guðmundur Reynir með innkastið. Káringar eru að ná en marki hérna. Guðmundur Reynir, hornspyrna. Já. Atli Sigurjónsson. Grétar kemur á skeiðin inn á tegin. Atli. Aftur út fyrir. Já. Önnur hornspyrna í röð. Þetta er ekki gott. Það var að nýta þetta betur. Já, sérstaklega þú varst. Það var að taka of margar hornspyrnur. Já, ég ætla að tippa á Bjarni takk í næstu. Þarna megin allavega. Bjarni nenni kannski ekki að hlaupa allavega út í horn. Þetta er bara strákinn um þetta. Brynjar í barðinu við Bjarna, Hilmar Árni. Gunnar Þór kemur þessi burtu. Atli nær ekki að halda þessum inn á. Innkasti hér, Helgi með það langt. Grétar skallar þetta í innkast. Já, Leiknismenn. Þetta endar þeim ákveðlega. Já. Geta komið liðið framar til Óli Heiðar. Með þeim hér 15 mínútur eftir að venjulegu leiktíma. Það er nóg eftir þessu. Svo fáum við einhvern uppbótartíma hér. Var stopp. Aldrei að vita nefnum við fáum vítaspyrnukeppni. Og þá kemur Helgi með sleggjun inn á teig. Já. Nei. Jú. Hætti við að hætta við. Grýta þessu inn á tegin. Já. Þetta er hættulegt. Brynjar nær á flikkunum en Grétar
kemur sér burt í bili og hvar endar þetta? Boltinn er út af og það er hotspinna, já. Ólafur Hrannar er erfiður fyrir KR-ingana. Já, hann er að berjast. Segur strákurinn. Já, hann valdi þeim usla þetta. Vigfússon spilnuna. Hún er fín og skallinn og þetta er frábær markvarsla. Rúnar Alex bjargar KR-ingu þarna. Glæsilega varið. Fær þetta frían skalla, sá hann ekki nákvæmlega hvað var það Brynjar eða sá það ekki 100% en frábærlega varið. Hér kemur fín bolti þarna frá Brynjar í Björnsinni. Já, KR-ingar eru í Björnsinni. Það er búið að vera nóg af færum í þessum leik. Þarna gerist strákurinn vel í markinu. Já, stórkostlega varið. Magnús hér stöðvar hér leikinn. Hann er að kvarta eitthvað línuvörðurinn yfir staðsetningu Freys Alexanderssonar. Þetta er Davíð. Nei, Freyr er að rölta hérna. Þóruður rölti með honum. Er Freyr kominn hérna niður? Já, hann er bara kominn hérna. Ná það ekki, hann var að vera upp í stúku. Velkomin hingað til okkar. Og Brynjar, hann fær hann á öxlina, náði ekki skallanum. Það er Freyr sem er á spjallar hér við Pétur Pétursson og aðeins að félaga hér. Kynda í þessu. Hann var kominn þarna hjá bekknum. Það má ekki. Egilshöllin er ekki það stóra áhorfendasvæði. Það verður að virða þessar reglur. Hér er það Atli. Reyna að finna Þorstein. Birgir. Kemur þarna á Vigfús og Hilmar Árni gerir vel þarna í að taka boltan niður og róið þarna aðeins niður. Aron, en frábær tækling hérna á Atla Sigurjónssoni. En þarna á Atli að láta boltan á Baldur Sigurjónsson. Já, þetta er bara klárt. Og að láta hann á Baldur, láta boltan ganga. Því er ekki að fara að gera þetta bara sjálfur. KR-ingar verða að halda áfram hérna. En þetta er 1 mark þá er þetta allt opið. Þeir vita það. Hér er það Birgir. Í tilbaka. Eyjólfur sparkar þessu, Brynjar aðleitt þarna og Brynjar skallar þetta á Helga Óttar. Já, hann er með gott pláss hérna. Vinnur sér inn pláss, skiptir boltanum yfir. Aron fer á Torfakall líklega þarna, kemur inn á völlinn, reynir að senda fyrir en Torfi gerir ágætlega, kemst fyrir þetta. Bjarni hreinsar þessu langt fram. Þetta KR-ingar komið ofar með liðið. Það er hörku stemming hérna í höllinni. Frábær mæting. Áhorfendur láta vel í sér heyra. Vigfús og Brynjar. Brynjar á Helga. Brynjar kemur hérna. Brynjar búinn að vera öflugur í dag. Já, hann er duglegur hérna. Og leggja sig allan fram í verkefnið. Helgi tekur tími í þetta. Það er 4 hjá leiknismönnum hérna, það er ekki á hverjum degi sem þeir eru að vinna titla í meistaraflokki. Hér er sendingin, hún er bara slök. Það er að KR-ingar að finna einhvern graf til að svara þessu. Þeir þurfa markið til að jafna og senda þetta í vítakefni. Mér sýnist Davíð Einarsson vera að gera sig kláran hjá KR. Þór og Gary Martin Ráðstafur. Já. Já, eru KR-ingar að tapa öðrum úrslitaleiknum í röð. 2 röð segi ég. Já. Það er spurning. Það er ekki búið enn. Nei. KR-ingar með nóga góða leikmenn til að skora mörk. Það er alveg á hreinu. Hilmar. Egil. Birki. Birkir hér. Er sjálfur. Þetta er ágætlega list. Birkir ágætis fótboltamaður. Og hér er það Sævar. Spila tilbaka á Helga. Og
Helgi setur ný káering og til Brynjars. Já, að færa boltan hérna yfir. Hilmar. Fer sjálfur hins vegar. Já, Birkir með honum. Nota Birkir hérna með honum. Já, og Birkir með sendinguna en hún slök. Já, allt og einarlega. Rúnar Alex ekki vandræðum að grípa þennan. Spurning hvað Rúnar Alex ætlar að gera svo við boltan. Bjarni Guðjónsson vill bara fá hann. Og hann með sendinguna og Atla Sigurðarsson. Vel gert hjá Atla. Skemmtilega móttöku þarna með sér. Tekur boltan með sér. Vel. Brynjar og Birkir aftur. Vel gert hjá honum. Já, mjög vel gert hjá Brynjari hérna. Skemmtilega gert og Baldur brýtur á. Brynjar hlöðu sinni. Skipting á KR, Greta Sigfinnur út af og Davíð Einarsson inn á. Já, spurning hvernig hann breytir þessu núna. Davíð held að Bjarni fari niður. Framherji eða vængmaður, held ég. Og þetta er einhverjar taktíska breytingar hérna. Já, KR verður að taka sensa. Það eru 9 mínútur eftir að venjulega leiktíma. Ekkert af því, hér er það Davíð sem kemur inn á. Bjarni Guðjónsson að fara í miðvörðin. Kemur ekki ávart. Davíð koma hérna út hægra megin. Já, það er Aron. Gegn Torfa. Aron nota Birki hérna. Nei, hann fer sjálfur. Og þetta var að spila boltanum. Hann hreinuði 2 möguleika hérna. Já, gætt nota Brynjar og Birki en notaði hvorugan. Torfi og Bjarni KR-ingar að missa boltan klaufalega hérna. Brynjar Hlöðursson en þessi sending er bara beint á Rúnar. Já, KR-ingar verða að fara að finna einhvern kraft. Það er að ganga ágætlega hjá leiknismönnum en hér kemur Bjarni Guðjónsson með sendingu en Helgi gerir vel þarna í að skalla hann út af. Flottur varnarleikur. Það er það Guðmundur Reynir og Garri Martin og hann vill fá brot þarna. Það geta þetta Baldur og hann tók bara boltan þarna. Já, veit það ekki, mér sýndist nú vera að toga smá í Garri þarna. Já. En Magnús Þórisson sá það ekki. Eyjólfur kemur hér á. Sjáuð Eyjólf! Þrjusi spretti með frábæra sendingu. Já, Ólafur Hrannar. Já, Torfi gerir vel. Já, mjög vel gert að Torfa en Ólafur Hrannar er ekki hættur. Sjáuð drenginn! Hvað endar þetta? Þetta er ótrúlegu barningur hérna. Ólafur Hrannar, hrikalega duglegur drengur. Þetta er aldrei. Þorsteinn með skallan. Garri Martin. Og Atli Sigurðarsson, enn er þvílíkur barningur hérna. Já, aukaspinna Brynjar. Já, þetta var erfitt að sjá þetta. Mikið pakki hérna en KR-ingar fá aukaspinnuna. Spurning hvort Brynjar hafi verið of ákafur þarna. Já, það má vel vera. Það er Atli sem ætlar að taka þetta sjálfur. Spurning hvort hann ætlar að setja á ramman. Ég held nú að hann gefi þetta fyrir. Já, það er svona líklegra. Maður veit ekki hvað gerist í þessu leik samt. Ég ætla ekkert að fullyrða neitt. Það er ekkert öruggt. Hér er það Atli. Þetta fellur fyrir Guðmund Reyni. Þetta skot er aldrei að fara að ógna leiknismarkinu. Og tíminn styttist fyrir KR-inga sem þeir hafa til að jafna. 6 mínútur eftir venjulega leiktíma. Staðan er ótrúleg 2-0, 2-1 segi ég fyrir leikni. Hér átt í loftið og aukaspyrna. Baldur nær sér í þetta. Þeir eru ekkert ólíkir hérna Baldur og Brynjar. Voru hérna að berjast, hér er það Bjarni Guðjónsson. Hann með langan bolta. Frábær sending. Guðmundur Reynir, Garri Martin. Lítið sést til hans hér í síðari hálfleik. KR-ingar ekki fengið mörg færi. Bjarni þessir í áttina Davíð. Menn sjá við þessu. Atli Sigurðarsson, þetta er klaufalegt þarna hjá Aroni. Davíð Einarsson er hann að koma sér fyrir. Hætti við það. Og þetta fellur út Atli Sigurðarsson með skotið. Og þeir vilja fá víta fyrir það. Víti! Það er allan daginn, hann gæti ekki sleppt þessu. Línuvörðurinn. Hvað tölum við samt um? Já, þetta fellur.
getur ekki sleppt svona ákvörðun eftir þessa ákvörðun sem hann tók hér áðan. Það er bara þannig. Og Pétur Pétursson vill fá rautt spjald. Frálegt dæmi gert. Ég held það sé nú... En við sjáum þetta náttúrulega ekki frábærlega hvort hann fór. Hann ætla að fara í hendina á honum. Línuvörðurinn hljóp hér strax. Hotbánunum sem merkir vítaspyrnu. Magnús sá það og flautaði. Það er Bjarni sem ætlar að taka þetta að sjálfsögðu. Afskaplega öruggur á vítapunktinum. Eyjólfur Tómasson varði eina spyrnu í vítaspyrnukeppninni móti Val í undanúrslitunum og Bjarni, og hann skorar að miklu öryggi. Aldrei spurning. Jafn örugt og Hilmari. Frábæra vítaspyrnu sem við sjá hér. Það er því athyglisvert að fara bara hreinlega í vítaspyrnukeppni. Já, þessi leikur. Þá vel við þennan leik. Það fara alla leið. KR-ingar fá vítaspyrnu, 2 vítaspyrnur hér. Hilmar Árni og Bjarni búin að klára þær frábærlega. Bjarni var aldrei að fara að klikka þessari. Svekkjandi fyrir leiknismenn. Svo nálægt í klára dæmið hér í venjulegu leiktíma. Það er ennþá tími. Já, nóg eftir að þessu. 5 mínútur pluss, 4 mínútur pluss. Fyrirgefið. En það verður einhverju bætt við, Kristján. Haukspyrna. Það var mikið búið að skýja hér. Og spurning hvað Þórður Gylfason setur bara á skiltið. Skiltið. Það er ekki oft sem skiltið fær að koma með í eðisvöllina. Nei, það splæst í það núna. Hér er Vigfús. Þetta er hættulegt. Vigfús með spyrnuna og hún er afturlega hjá hún! Hann er að dæma rangstöðu. Já, hann er að dæma rangstöðu á Ólaf Hrannar. Gerði eins og að velja að ná skallanum. Þetta er ótrúlegt. Þessi leikur er búinn að koma mér mikið á óvart. Já. Það er ekki búið að vera dauður punktur hérna í seinni hálfleiknum. Ekki 1 mínúta. Það tala um að vantaði Óskar Örn í leik KR, það vantaði náttúrulega sjálfsögðu Kjartan Henry Finnbogason líka. Já, og Jónas Guðna Sævarsson. Þetta er ágætis nöfn. Allt í lagi svona. Gunnar gerir vel hérna en Sævar nær honum. Torfeyraði þetta, Baldur. Og mikil barátta hérna. Vigfús. Baldur nær þessu. Alltinn svona gengur mótur á milli núna. Brynjar. Hilmar sækir hann niður. Fyrir tilbaka Egill. Hann aftur á Birki. Birki leitar hann á völlinn. Vigfús. Ólafur Hrannar sendir hann tilbaka. En tími fyrir sigurmark. Egill Atlason. Brynjar. Kemur það niður, KR-ingarnir bíða bara rólegir núna. Og þessi sending. Finnir hvort Sævar náði þessu. Guðmundur Reynir er á eftir honum. Guðmundur Reynir leysir á þessu. Brynjar hefur tíma til að taka hann niður. Sendingin ekki, jú, Sævar nær þessu. Sævar kemur úr hans stöður. Þess að þetta sé hárrétt. Já, 1 mínúta eftir á venjulegum leiktíma. Það stefnir allt í vítaspyrnukeppni. Já, það er ekki leiðilegt fyrir okkur hér. Fara með þetta bara alla leið. Það er engin framlíking, tökum það skýrt fram. Baldur, vel gert hjá Helga Óttari þarna. Sævar spilar um inn á miðjuna, Vigfús og finnur Birkir hérna. Birkir gerir vel, fín sending í honum. Brynjar og Aron kemur með hann aftur fyrir en Brynjar, nei, ekkert svona. Hilmar, þetta er dauðafæri Sævar Freyr og það er að skora! Já, hér, Breiðhyltingar er að tryggja sér Reykjavíkur meistaratitilinn og sjáuði fagnalætin á Sævari. Sævar Freyr Alexandersson er að klára þetta. Kristján, var þetta brot á Brynjar Hlöðversson? En nein, ákvörunin, ég sá ekki betur en að Brynjar bryti þarna af sér. Magnús gerði ekki neitt, leiknismenn héldu áfram, sendingi kom á Sævar sem hamraði hann í netið.
Ótrúlegu leikur hér. Frábær skemmtun. Það eru Leiknismenn. 6 mínútur í uppbótartíma. Þetta er ekki búið, 6 mínútur. Það er nóg eftir þessu. Þórður Gylfason, nærri búið. Ótrúlega atburðarás hér í þessum leik. KR-ingar vildu skiljanlega fá þarna aukaspyrnu. Þetta er enn eitt atviki til að tala um. Nóg atvikum í þessu leik. Magnús lét leikinn halda áfram. Og Leiknismenn kláruðu þetta frábælega. Bjarni Guðjónsson. Það skalla frá. Nú geta Leiknismenn sótt hratt. Þessi sending er frábær. Og Ólafur Hrannar. Bjarni nær boltanum. Nei, ekkert á þetta. Torfi yfir á Gunnar Þór. Hann kemur líklega með hann hérna bara fram á við. Gunnar Þór, Brynjar Hlöðversson fyrir þessu. Leiknismenn taka við sér í stúkunni. Heldur betur stemming hjá þeim. En Gunnar Þór með að þessu. Já. Atli með hann fyrir. Og KR-ingar missa þessu. Torfi nær hann þó. Torfi Karl út í kantinn. Atli Sigurjónsson. Þessi fyrir Eyjólfur Tómasson. Gerir þetta vel. Engi pressa á þarna. Nú þurfum hann að boltanum hérna fram. Ólafur Hrannar, Gary Martin. Kemur á eftir honum. Aron. Og alvöru tækling hann hjá Gary Martin. Þetta hendar Leiknismönnum ágætlega. Það eru þeir að sigla sig hér heim en það er ennþá eitthvað eftir. Birgir. Leiknismenn halda boltanum. Sævar markaskorarinn. Hann er hér að fara illa með Guðmundur Eini. Frábælega gert hjá Sævari. Og Hilmar Árni er laus úti en Gunnar Þór kemur sér hótt. Já, hotspyrna, hann hefði takað sér tími þetta að reyna að halda honum líklega hann í hotninu. Held að það líki algjörlega fyrir. Hilmar Árni. Það er enda með hann. Ímislegt sem gengur þarna á og Leiknismenn fá aukaspyrnu og KR-ingar trú ekki sínum eigin augum. Já, það er ekki annars sagt en dómgæslan. Það verið aðalhlutverki hér. Dómararnir. Það er að segja að því er nú lítið fyrir KR-inga eða tímanum í að mótmæla þessu. Þeir þurfa mark. Lítið eftir þessu áfram með leikinn. Það hjálpaði þeim ekkert. Það er búið að dæma þetta. Veitum við. Gæspyrna. Þeir eru allt og nálægt. Það voru að reka lengra í burtu. Já, það er ótrúlegu tími í þetta. Já, þetta hjálpar Leiknismönnum. Útspar. KR-ingar hafa lítinn tíma. Þetta er að renna frá þeim. Ekkert á þetta Davíð en Eyjólfur róa leikinn þarna. Já. Eyjólfur sparkar svo bara langt, alla leið yfir. Rúnar. Hér er gríðarleg stuðningur sem Leiknismenn fá. Já, sjáu hvað þetta skiptir máli. Heyrðu, hér er Atli Sigurjónsson með skotið en langt yfir. Afleitt. Komið sín á hættusvæðið. Hann veit það sjálfur. Magnús byrjar að líta á klukku sína. Já, þetta er að fjara út. Spurning hvort þetta sé búið.
Leiknir úr Breiðholti að vinna Reykjavík mótið. Já, hann hlutar þetta ekki á alveg strax. Í fyrsta skipti. Alveg örugglega, hér það Hilmar Árni, Bjarni nær honum. Nær hann að koma sér fram. Gerir það. En beint á Eyjólf Tómasson. Þrjú-tvö. Fyrir Leikni hér. Eyjólfur neglir fram. Já, Magnús ekkert að það flauta þetta af. Nei, ekki ennþá. Torfi, Baldur, Brynjar, gerir vel. Kemur hann út í kantinn. Hann á eftir að hanga þar. Já. Það alveg á hreinu. Torfi Davíð sækja á honum. Leiknismenn. KR eiga á þetta, engast. Þetta sé að renna frá KR-ingum. Hlýtur að fara að vera búið. Leiknismenn á honum, Hilmar Árni. Og þetta er búið! Leiknir er Reykjavíkurmeistari í 2013. Og sjáu þið fögnuð. Þetta er með ólíkindum. Ótrúlegt. Breiðholti er bara mætt hérna í húsið. Sjáu þið fögnuðin hérna. Þeir eru að vinna KR. Og það skiptir máli fyrir það. Það er á hreinu. Þeir lögðu sig alla fram í þennan leik. Það standi upp í sig sigurvegarar KR-ingar æðir hér til dómarana. Það breytir ekki úrslitum leiksins. Það var nóg ákvörðunum. Það féll á ýmsa vegu. Atli Sigurðsson kom KR yfir í fyrri hálfleik. Egill Atlason jafnaði metin. Hilmar Árni kom Leikni yfir úr víti og Hannes Þór Halldórsson fékk rautt spjald þar skömmu áður. Bjarni Guðjónsson jafnaði úr öðru víti. Það var síðan Sævar Freyr Alexandersson sem að kláraði leikinn með marki hér á 90. mínútu. Og Leiknismenn vinna Reykjavíkurmótið 2013. Já, þetta er ótrúleg úrslit. Ótrúleg niðurstaða. Fjöldi manns hér komin inn á. Nú lefum kannski fagnar að látum Leiknismann að lifa hér bara aðeins. Já, ég held að það sé alveg sjálfsagt. Hér er mikið glaðast. Leiknismenn, nýjir þjálfarar þar, Freyr Alexandersson og Davíð Snorri Jónsson heldur betur að steimpla sér vel inn. Já. Vinna Reykjavíkurmótið. Skulum leyfa bara þessum myndum að lifa. Held ég. Og Valur Ingi og Kristján Gylfi. Við þökkum að hlána fyrir okkur í byrju. Já, ég gerum það. Já, og það er auðvitað hægt að finna viðtöl og inn á fótbolti.net líklega og við að sjálfsögðu markapakkin hjá okkur á Sport TV og atvikinn, það eru nóg að taka þar og skoðu það endilega. Leiknir Reykjavíkurmeistari 2013, við þökkum fyrir okkur í bili. Verið sæl.
Destiny.